Það var 50 dagskrárliður heimilist fólk á Akureyri. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld ætlar að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir mánuði síðan var hér í samfélaginu mikil umræða vegna auglýsingu breytingu á skipulagi í Naustahverfi þar sem tillagan fól í sér að breyta lóðum í Nonnahaga í lóðir fyrir félagslegt húsnæði. Eftir að bæjarstjórn samþykkti að tillagan færi í auglýsingaferli fór af stað umræða sem kom mér á óvart og ég átti alls ekki von á. Með einhverjum óskiljanlegum hætti fóru umræðan að snúast eitthvað allt annað en það sem að nefndarmenn í skipulagsráði, velferðarráði og starfsfólk velferðarsviðs lagði upp með, sem var að leita leiða til að koma upp félagslegu húsnæði fyrir heimilislausa einstaklinga hérna í bænum. Nokkrum mánuðum áður hafði einnig verið umræða aðra staðsetningu hér niður á Norðurtanga niður við Glerá. Talvunastur ég að mér hérna. Þessi umræða snart mig og það ekki ástæðulausu. Ég var mjög hissa á því orðfæri sem bæjarbúar höfðum þá einstaklingar sem hér ræðir, einstaklingar sem í mikilli neyð og hefur fáa til að taka málstað þeirra. Ég ætla ekki að vitna í þá orð sem voru látin falla heimilislausa né orðum okkur bæjarfulltrúa og nefndarmenn í velferðarráði og skipulagsráði sem vildu leita leiða til að finna lausnir fyrir þessa einstaklinga. Þau ummæli verða að dæma sig sjálf. Það sem stóð upp úr umræðinni var það að allir höfðu skoðun á því hvað best var að finna heimilislausum húsnæði, bara svo framalega sem það væri ekki næsta húsi við mig. Að sumu leyti get ég skilið þessa umræðu, eða réttara sagt hræðsluna við eitthvað sem maður þekkir ekki. Allt og margir hafa þá mynd í huga sínum að heimilislausir séu stórhættulegt fólk sem enginn vill hafa í kringum sig. Samfélagið hefur búið til þá mynd því ekkert eins auðvelt og að fella dóma yfir fólki sem getur oft á tíðum ekki varið sig sjálft. Mér finnst að þessi einstaklingar, aðstandendur þeirra og starfsfólk bæjarins sem sinnir þessum einstaklingum eigi skilið að við tökum þessa umræðu hérna í bæjarstjórn. Þó ekki væri nema til að koma framfæri skoðunum okkar það hvernig við viljum bregðast við þjónustuþörfum þessara einstaklinga sem eru heimilislausir og hvernig búsetuúrræði við getum boðið upp á fyrir þá. Niðurstaða meirihlutans var svo að ekki yrði farið í þær breytingar á skipulagi sem lagt var til í Nonnahaga. Það að segja ekki yrði reist svokölluðu smáhúsi á lóðinni. Það má líklega alveg heimfæra það yfir á meirihlutan að hafa tekið undir með þeim röddum sem höfðu hátt þá væntanlegu íbúa sem hér ræðir og einhverju voru og eru hræddir að búa í sambýli við. Ég skal alveg taka því enda hlustaði ég á rök þeirra sem voru hræddir meðal annars eignir sínar og verðmæti þeirra og lóða sinna og fólk var meira að fara að tala það að verktakar væru líklega að fara á hausinn við því að setja heimilist fólk inn í hverfið. Það sem skipti mig líka máli í þessari ákvörðun meirihlutans að halda þessari auglýstu breytingu ekki til streitu var það að tillagan var heldur ekki í samræði við tillögu velferðarráðs búsetuúrræði fyrir heimilislausa. Til dæmis að hafa ekki margar íbúðir í sama kjarna eins og hér var tillaga Það gott og vel. Hlusta var á rök þeirra sem áttu eignir og lóðir í Hagahverfi. En eftir stendur hópur einstaklinga sem hafa líka þarfir fyrir að búa í samfélagi við annað fólk. Þótt að hafa ekki bolmagni til að eiga eigið heimili eða húsnæði. Þessi umræða ekkert einföld og aðstæður heimilislausa verða ekki til upp úr þurru. Aðstæður þeirra eru flóknar og vandinn fjölþættur. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og voru settar fram í skýrslu á síðasta ári misnotkun áfengis og annarra vímuefna helsta orsök heimilisleysis. 57% þeirra sem tóku þátt í þeirri könnun nefndu áfengi og 67% önnur vímuefni sem ástæðu heimilisleysisins. En geðrænn vandi kom þar á eftir. Hér því oftast einstaklinga ræðar sem eiga við fjölþættan vanda að stríða og í flestum tilfellum búið að leita ýmissa leiða til að hjálpa fólki út úr fíkni vanda sínum ásamt því að vinna með geðræn vandamál þeirra. Eitthvað ekki alveg að ganga nógu vel upp og á síðustu 5 árum hefur fjöldi heimilislausra í Reykjavík fjölgað helming. Flestir eru á aldrinum 20 til 40 ára og karlmenn í meirihluta.
Þriðjungur þeirra sem eru heimilislausir hafa verið það lengur en 2 ár. Í kjölfarið að skýrslu Reykjavíkurborgar var ákveðið að taka stöðunni hérna á Akureyri og nota sömu skilgreiningar og Reykjavíkurborg notaði í sinni greiningu og stöðu heimilislausa. Óskað var eftir upplýsingum frá félagsráðgjöfum á fjölskyldusviði, starfsfólki búsetusviðs og lögreglunni á Akureyri til að áætla fjölda þeirra sem teldust húsnæðislausir á Akureyri, út frá eftirfarandi skilgreiningu. Húsnæðislaus sá sem ekki hefur aðgang að hefðbundnu húsnæði, hann hefur ekki húsaskjól að staðaldri á sama stað og gistir þar sem kostur hverja nótt, þar með að tali gistiskýli, á gistiheimili eða inn á öðru fólki. Þeir sem koma úr tímabundnu húsaskjóli, svo sem úr fangelsi eða úr vímuefnameðferð, eiga sögu margháttaða húsnæðis og félagslega erfiðleika og eiga ekki tryggt húsaskjól 1 til 2 mánuðum áður en þeir fara út úr hinum tímabundna húsnæði eru taldir hér með. Heildarfjöldi þeirra sem teljast utangarðs eða heimilislaus á Akureyri samkvæmt þessari úttekt eru 41. Það eru 32 karlar og 9 konur. Á þeim tíma sem þessi úttekt var tekin í október 2017 voru 5 karlmenn metnir í þeirri stöðu að búa á Víðavangi og voru ekki með neitt húsaskjól. Af þessum 41 eru 13 í langtíma búsetuúrræðum, svo sem í þjónustukjörnum fyrir geðfatlaða og í sérúrræðum fyrir einstaklinga með fjölþættan vanda. Þegar þessi 13 eru ekki taldir með fjöldinn 28 einstaklingar. Ljóst að engin ein lausn í sjónmáli, svo hægt sé að koma í veg fyrir að fólk veri heimilislaust. En það hægt að horfa til forvarna. Má það nefna að á Akureyri ekkert áfangaheimili sem tekur á móti fólki þegar það hefur verið í meðferð og stundum staðan þannig að eini aðilinn sem nýkominn úr meðferð fær inni hjá dópsalánum sínum, sem bara glaður að sjá viðkomandi aftur. Og vítahringurinn hefst enn eina ferðina með neyslu og áframhaldandi heimilisleysi í kjölfarið. Áfangaheimili því klárlega eitt af því sem við ættum að skoða, en þar væri líka hægt að hugsa sér samastað fyrir þá sem eru nýkomnir úr fangelsisvist. Það þarf jafnframt að horfa til meðferðarúrræða sem hér í boði og það þarf ríkið að taka sig verulega á. Það meðferðarúrræði sem í boði ekki alltaf að virka og sérstaklega virðist það ekki ná að virka með þá einstaklinga sem eru búin að vera lengi í neyslu og margfara í meðferð. Og það klárlega eitthvað sem við örugglega mörg þekkjum til að fólk fer aftur og aftur í meðferð, sérstaklega ungt fólk í vímuefnaneyslu og það breytist ekki neitt. En við höldum alltaf áfram að setja þessa einstaklinga nákvæmlega sem meðferðina og það gerist ekki neitt heldur. Þannig að það þarf að fara að stokka þetta kerfi einhvern veginn upp og horfa á einhverja aðra lausnir. Og ég held að með því að vera með meðferðarúrræði, af því að það skortur á langtíma meðferð yfir Vogur tekur bara í styttri meðferð, en við þurfum að hafa meðferðarúrræði sem tekur til lengri tíma en í boði í dag. Og því að það þarf líka, og það hluti af því sem áfangaheimili gæti gert, að taka á móti fólkinu þegar það búið í meðferð og fylgja því áfram eftir. Að það bíði þeim ekki bara gamli dópsalinn við hornið. Í umræðum heimilislausa hefur hugmyndafræðin Housing First verið nefnd sem ein leið til að hjálpa heimilislausum. Sú hugmyndafræði gengur í stuttu máli út af það að í stað þess að fólk þurfa að byrja á því að losa sig við fíknina að þá kemur húsnæðið á undan. Skoða þar gaumgæfilega hvenær grípa eigi til þessar nálgunar, hvort hún skili árangri og hvernig eigi að veita þessa aðstoð til að sem bestur árangur náist. Í síðustu viku var hér á Akureyri kynning á þessari hugmyndafræði og talaði þar aðili sem hefur unnið með verkefni í Danmörku og sérstaklega í Kaupmannahöfn. Því miður hafði ég sjálf ekki tök á því að vera við þessa kynningu, en miðað við það sem ég veit að kom þar fram, þá get ég ekki betur séð en margt af því sem við erum að gera hér á Akureyri fellur undir sambærilegar hugmyndir og Housing First. Nokkur ára skeið höfum við hér á Akureyri unnið eftir hugmyndafræði skaðaminnkandi hegðunar og notað valdaeflandi aðferðir til að sinna meðal annars einstaklingum með fjölþættan vanda og ég veit
að í starfsmannahópi búsetu og fjölskyldudeildar mikil þekking og reynsla að því að vinna með einstaklinga með fjölþættan vanda út frá þessari hugmyndarfræði og þar ég meðal annars að vísa í svo kallað gránufélagsteymi. Til að vinna frekar út frá þeirri hugmyndarfræði með þeim sem eiga við fíknivandamál að stríða þarf húsnæði að vera til staðar. Eitt af því sem kom fram á fundinum í síðustu viku var að í Danmörku yfirleitt gert ráð fyrir því að þegar byggðar eru 10 íbúðir að þá séu 3 af þeim fráteknar sem félagslegt húsnæði í sinni víðustu mynd. Það eftirleitt eitthvað sem við getum horft til og höfum reyndar oft í gegnum tíðina gert það þó það hafi ekki verið markvisst, en með nýrri húsnæðisstefnu það eitt af því sem kemur sterkar inn. Bærinn þarf að hafa húsnæði fyrir einstaklinga sem eiga erfitt með sambýli með öðrum, til dæmis í fjölbýlishúsum, því að þar vandinn oft erfiðastur að fólk sem á við fjölþættan vanda að stríða að það gengur illa að búa inn í fjölbýlishúsum. Þess vegna þarf félagslegt húsnæði bæjarins að geta komið til móts við fjölbreyttar þarfir þeirra sem þurfa húsnæði að halda og það þarf að vera bæði í fjölbýli en líka í sérbýli og þá ég að tala almennt félagslegt húsnæði óháð því hver að búa þar. Síðustu áramót voru gerðar breytingar í gránufélagsteyminu sem með það markmið að efla starf teymisins og kannski enn meira í anda þess sem hefur þegar verið unnið hérna. Þar var gránufélagsteymið fært undir sama forstöðumann og stýri heimaþjónustustoð sem sinnir meðal annars heimaráðgjöf og iðjuþjálfur sem áður starfaði við búsetuþjónustu var færður til og nú hluti af teyminu. Meiri áhersla nú lögð á endurhæfingu og þjálfun en áður en það alltaf háð þátttökuvilja hvers og eins. Þannig að þetta klárlega eitt af því sem starfsfólk bæjarins hafa brugðist við til þess að koma enn betur til móts við þessa einstaklinga. Ég geri mér fulla grein fyrir því að hér verður ekki til nein ein lausn í dag. Þetta fjölþættur vandi og það þarfnast þá fjölþættara lausna. En ástæða þess að ég vildi fara í þessa umræðu sú að ég vildi ekki skilja við umræðuna með þeim hætti eins og hún var að við værum bara ekki að gera neitt fyrir þennan hóp einstaklinga sem jú hluti af samfélagi okkar og okkur ber að hugsa aðeins út fyrir okkar eigin rann og vera aðeins minna sjálfhverf. Þeir sem eiga við fíkni og geðra vandamál að stríða hafa ekki valið sér þessa sjúkdóma og okkur ber að finna leiðir til þess að hjálpa þeim. Ég vonast þess að bæjarfulltrúar taki þátt í umræðu þetta mál hérna í kjölfarið að þessum inngang hjá mér og bara hlakka til að hlusta þá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúar Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég byrja að þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir að opna þessa umræðu hér sem ég held að sé bara bráðnauðsynlegt að gera. Ég get alveg tekið undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Sigríðar Huldar að umræðan sem fór af stað í kjölfar þessara skipulags eða auglýsingar deiliskipulag var ekki alveg kannski nú góð, en kannski ástæðan sú að það skortir fræðslu og umræðu þetta málefni sko bara heilt yfir hérna í samfélaginu. Ég verð að segja það að þegar ég fór að grafast aðeins fyrir það hvort það væri þá einhver umræðu í gangi hérna og alvöru vinna í gangi innan bæjarkerfisins, þá kom mér á óvart hvað verið að gera. Og bæjarfulltrúi Sigríður Huld fór nú yfir eitthvað af því hérna áðan. Meðal annars kom þetta minnisblað fram í velferðarráði 15. nóvember síðastliðinn sem fjallaði utangarðsfólk og það verið að greina það niður og hugsanlega leiðir til að mæta þörfum þessa fólks, þessara 41 einstaklings sem þar í vanda. En þar kemur líka fram að
eða kemur reyndar fram í öðru minnisblaði sem síðan í desember þegar verið að ræða sameiningu á heimilisaðstoð Stoðar og Gránafélagsteymisins, að við erum að sinna þjónustu við 26 af þessum einstaklingum og það eru allavega 9 af þeim í sérstöku húsnæðisúrræði á vegum Akureyrarbæjar. Það kom mér líka óvart hvað þessi þjónusta raun og veru mikil miðað við það sem ég hélt að væri. Og það alveg ljóst að því ég satt nú þessa kynningu sem var ágætt hérna daginn Housing First, að í raun þá erum við að vinna eftir þessari hugmyndafræði, akkurat í þessum úrræðum, sem verið að, sem ég nefndi áðan, heimilisaðstoðar og Gránafélagsteymisins í raun, og höfum kannski verið að gera einhver tíma, höfum verið að gera þetta akkurat á þessum grunni sem þarna var rætt. Og þetta segir mér sem bæjarfulltrúa, af hverju vissi ég þetta ekki? Og mér finnst það kannski bara eitt af því sem við þurfum kannski aðeins að velta fyrir okkur hvernig við getum haldið umræðu og svona vitneskju þessi úrræði meira upp á borðinu þannig að við áttum okkur á því hvað við erum að gera. Og það sem ég tek líka eftir það að við fáum mjög góða kynningu á þessu verkefni frá Danmörku og var mjög góð kynning, hugmyndafræðin sett upp með skilmerkilegum hætti og þarfandi götum. Svo kom fram hvað eru margir að nýta sér þessa þjónustu og þá sér maður það þegar maður fyrir að bera þetta saman hlutfall þeirra sem í svona þjónustu á Akureyri, að við erum bara að gera margfalt betur ef við skoðum hlutfall þeirra sem í þjónustu af þeim sem að falla undir markhópinn. Og það fannst mér bara merkilegt líka og bara í raun og veru frábært. En það alveg rétt að við þurfum að grípa kannski til svona skilvirkari aðferða og markvissari aðgerða og það eru nefndar nokkrar leiðir í þessu minnisblaði frá 15. nóvember síðastliðnum og mér finnst kannski bara eðlilegt að við förum aðeins að velta því líka fyrir okkur hvort við erum ekki að fara meira í fyrirbyggjandi aðgerðir og eins og bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á áðan að gera eitthvað til þess að taka betur á móti því fólki sem að koma úr meðferð eða fangavist, þannig að það eigi sér svona ákveðið skjól þegar kemur tilbaka og fái tækifæri til að fóta sig í lífinu aftur á svo það lendi ekki bara beint á götunni. Ég ræddi þetta við móður sem hringdi í mig einhvern tíðan í vetur og hafði miklar áhyggjur á dóttur sinni sem hefur akkurat verið í þessari stöðu, farið margoft í meðferð, en það ekkert sem grípur hana þegar hún kemur aftur og hún bara komin á götuna áður en að þau vita af. Og þetta náttúrulega ekki staða sem við höfum að geta sætt okkur við. Og það eru bent á ákveðna leiðir sem ég finnst bara tilvalið og í raun og veru bara bráðnauðsynlegt að við tökum aðeins inn í umræðu og förum að skoða hvernig við ætlum að bregðast við þessu. Það hlýtur að borga sig að taka á málinu strax frekar en að bíða og fara svo að taka á því þegar að vandinn orðinn margfaldur á við það sem að hann hefði ekki orðið. Og það kannski það sem ég vil leggja áherslu á í þessari umræðu. Staðsetning á svona úrræði verður alltaf erfið. Það kom líka fram í máli kynningunni frá Danmörku að þetta ekkert einfalt mál og þau hafa lent í miklum vandræðum með að finna húsnæði, ekki síst vegna þess hvað dýrt. Þau ekki bara með þetta dreift þó að það sé lagt mikið upp úr því. Heldur hafa þau staðið fram í fyrir því að þurfa að taka heilu stigagangana jafnvel eða heilu raðhúsin sem við leggjum undir þetta. En það sem grundvallaratriði samt í allri þessari þjónustu, það ekki bara húsnæði sem verið að veita, heldur verið að veita stuðning og þjónustu ásamt húsnæði. Og eins og ég skildi þetta, þá byggist þetta ekkert endilega á því að það sé einhverjar aðilar stöðugt yfir fólki, heldur snýst þetta fyrst og fremst það að vera til staðar
heimsækja reglulega, helst einu sinni til 2 á dag og láta bara vita af sér. Þetta snýst ekki hvað við eða þjónustan vill gera gagnvart þessu fólki, heldur hvað fólki vill að sé gert fyrir það. Það sé í raun og veru grundvallaratriðið og það nefndi hún sérstaklega í þessari kynningu. Það væri kannski stóra máli í þjónustunni að fagfólki þyrfti aðeins að endur hugsa aðkomu sína að þjónustunni sem slíkri. Hún væri fyrst og fremst á forsendu þjónustu þegans eða fólksins sem í vanda en ekki á forsendu samfélagsins sem slíks. Það að segja hvað viltu að við gera fyrir þig og þá svarið yfirleitt alltaf fyrst mér vantar húsnæði og síðan hægt að vinna þetta áfram. Og þetta að skila árangri og það verður fróðlegt að fylgjast með því hvernig þetta gengur hér. Ég geri bara fastlega ráð fyrir því að þetta verði vegið og metið eins og gert í Danmörku þar sem menn fylgjast mjög nákvæmlega með árangri verkefnisins. Og ég treysti því bara. Enda öflugt fólk sem að vinna þetta hérna og ég bara sé og bara tek aftur fram að það komi bara verulega óvart hvað verið að gera mikið í þessum málum hérna. Ég ætla að vera að benda á að því að við erum að tala hérna vanda húsnæðislausra og það alveg rétt að þarna miðað við skilgreiningu, ákveðna skilgreiningu sem að bæjarfulltrúi Sigríður Huld las hérna upp á það. En ég velti því samt fyrir mér þegar að maður horfir hérna á eða biðlista eftir leigu íbúðum á vegum Akureyrarbæjar þar sem kemur fram miðað við stöðuna 31. desember síðastliðinn að það sé 79 umsóknir 2 herbergja íbúðir sem eilítil fækkun frá fyrri árum eins og ég skil þetta, það aðeins dreifur þessu, en það biðtími 4 ár. Þetta að vísu sennilega fólk sem býr heima við foreldra sínum á þarfandi götum eða í einhvers konar öðrum úrræðum og á ekki sama vanda að stríða eins og þessir aðilar sem við erum að ræða sérstaklega hér. En mér finnst þetta líka að vera ákveðin vandi. Það 1,5 ár biðin eftir 3 og 4 herbergja íbúðum líka. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum einhverju móti að taka á en hugsanlega með tilkomu byggingaframkvæmda við íbúðafélagsins Bjargs með non-profit íbúðirnar, þá kannski leysist eitthvað af þessu, við verum að vona það. En ég hef ekkert síður áhyggjur af þessu. En það sem við náttúrulega verðum að muna samt, varðandi stöðu þessara rúmlega 40 einstaklinga sem við erum sérstaklega að ræða hérna, að í langflestum tilvikum erum að ræða sambland af geðrænum örðuleikum og einhvers konar fíkni eða áfengisneyslu sem að fer þarna saman og gerir þetta rosalega erfitt. En það leiðir líka hugan að því hvernig við erum að huga að sinnum og þá umhverfi þeirra sem eiga við geðræna örðuleika stríða í þessu landi. Og það náttúrulega heilbrigðisvandamál sem þarf að fara að taka fastari tökum, hefði ég álitið. Og hér talað einstaklingar sem eiga til dæmis mikla kvíða og kvíðaröskun að stríða og fleira í þessum dúr og þetta eru allt saman mál sem tengjast á einhvern hátt geðrænum örðuleikum og það hlýtur það að vera einhver ástæða sem tengist í að þetta fólk leiðist út af þessa braut og kemst ekki af henni aftur án mikillar aðstoðar og þar hlýtur samfélagið að koma á móti og stíga inn í málið með þeim. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld að taka við stjórn fundar eins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka kærlega fyrir góða umræðu og þarfa umræðu. Þetta er nauðsynlegt að ræða þessi mál og það ég var virkilega ánægður að heyra það þegar ég fór að ræddi við fulltrúa
í velferðarráði sem að satt fundin og þessa kynningu á Housing First, hvað við stöndum framalega í þessu og hvað mikilvægt að, og bara öll svo vinna sem á sér stað, hvað hún flott. Og hvað líka mikilvægt að við tölum jákvætt það sem við erum að gera. Við erum að gera fullt af flottum hlutum og við þurfum að tala jákvætt það og við verðum að passa okkur að skilgreina ekki húsnæði eða eitthvað fyrir ákveðna típur af einstaklingum. Þetta bara húsnæði sem velferðarhúsnæði, húsnæði sem til félagsmála og í þannig húsnæði getur verið alls konar fólk sem á sama stað og við öll hin og bara út af tekjum eða út af þessu eða hinu, en svo geta verið einstaklingar sem að standa höllum fæti út af einhverju neyslu eða hvað það þannig að það sé ekki verið að merkja húsnæði einhverju sérstökum típum eða sérstöku bara því fólki sem á einhverjum mælist sem heimilislaus eða svona hins. Ég held að það sé bara eins og gert í Danmörku að mér skilst, þá 30% af húsnæði sem byggt þarf verktaki að afhenda til borgarinnar. Og borgin fær það sem velferðarhúsnæði eða félagslegt húsnæði. Þannig að í 15 eininga húsnæðablokk þá eru 5 íbúðir sem ætlast til velferðar og félagslega húsnæðis. Það minna það? Og þannig að það ýmislegt sem við getum gert og ég get tekið heilsugar undir þá umræðu sem hefur verið bæjarfulltrúa Sigríður Huld og bæjarfulltrúa Gunnari og líka þetta sérstaklega varðandi stuðning við það sem eiga við geðræn vandamál að stríða. Þetta heilbrigðismál og við verðum einfaldlega að fara að gera betur þar. Og bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á það og bæjarfulltrúi Gunnar líka að það þarf að vera eitthvað til staðar. Við þurfum að fara að skoða það alvarlega að það sé eitthvað úrræði til staði þegar fólk kemur úr meðferðið annars og það hafi ekki nein önnur hús að venda heldur en til þess aðila sem var að skaffa því efni eða sjálfur á vondu stað. Það þarf að vera eitthvað áfanga heimili og ég veit, þó svo það hafi ekki verið tekið til formlegra umræðu, þá veit ég að þetta hefur verið rætt, allan með skilsta þetta hefur verið rætt inn í velferðarráði og markmið að setja þar niður eitthvað plan, hvernig best að standa að þessu og kynna þannig tillögu fyrir okkur. Þannig að við erum að gera vel og við erum að stefna að gera enn betur en pössum okkur á því að skilgreina húsnæði fyrir eitthvað sérstakt fólk. Þetta getur verið þjónustukjarni og við hliðina á þjónustukjarnunum getur verið önnur þjónustu íbúð og við höfum að hugsa þetta í þessu og horfa þannig á málinu í staðinn fyrir að tala smáhýsi eða svona eða hvað það heitir. Þetta fyrst og fremst bara þjónustukjarnar eða þjónustuíbúðir eða bara félagslegar íbúðir og við getum öll verið stödd á misjöfnum staði í lífinu. Við vitum ekkert hvernig við erum stödd eftir 10 ár. Það bara þannig með alla einstaklinga. Þannig að takk kærlega fyrir góðar umræður og nauðsynlegar umræður. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var dálítið spennt fyrir þennan fund þegar ég var auðvitað búin að sjá á dagskránni að þetta ræða heimilislaust fólk á Akureyri og var bara spennt að heyra hvað ætti að leggja til málana og ég verð að viðurkenna að ég átti svona vonaði en ég ætla samt að hrósa meiri hlutanum og eða bæjarfulltrúa Sigríður Huld fyrir að kalla eftir umræðinu og kalla eftir hugmyndum og lausnum. En eins og ég segi, ég var að vona að við værum að fara að ræða einhverjar lausnir vegna þess að lausnirnar alveg til. Við þurfum ekkert að finna upp hjólin varðandi þetta. Þessi umræða þessi smáhýsi búin að velkjast í kerfinu mjög lengi, vandræðilega lengi. En ég mjög glöð að heyra að það ekki
hérna talað á þann hátt eins og það sé lausnin á vandamálinu að hér í bænum sé heimilislaust fólk vegna þess að það ekki lausnin, það alltaf bara tímabundin lausn og ég mjög fegin að við séum svona að ræða það bara út frá því og við séum að ræða langvarandi raunverulegar lausnir vegna þess að það það sem skiptir máli. Og mér langar bara að segja því við erum að skiptast á skoðunum þetta og velta uppi alls konar hugmyndum að þá finnst mér líka við þurfum að hugsa þetta heilstætt eins og umræðin og ég ætla bara að hrósa þessari umræðu, ég meina það bara fólk að tala með virðingu málaflokkinn og þá einstaklinga sem í þessum aðstæðum erum og það gríðarlega mikilvægt vegna þess eins og kemur fram þá eru yfirleitt þau svör að ástæða heimilisleysis sé misnotkun áfengis og vímuefna en það náttúrulega við verðum að hugsa líka hver ástæða misnotkunar áfengis og vímuefna. Það ekkert bara einhver tilviljun hvort að fólk fer inn og þá braut eða ekki. Það er margt og sérstaklega nýlega rannsóknir sem að sýna mjög skýrt tengsl á milli ýmiss konar áfalla og vímuefnaneyslu og svo þetta vanlíðunar og vímuefnaneyslu. Hér verið komið inn á geðsjúkdóma og geðrænvandamál og vímuefnaneyslu en við þurfum líka að við vitum að geðrænvandamál þau spretta ekkert alltaf bara upp á sjálfu sér. Þau geta líka átt sína rætur eins og við verðum að tala að það þarf að sinna forvörnum. Og við þurfum auðvitað að hugsa þetta og ég rosa glöð að við séum þó allavega að tala þetta og þó að það sé engar lausnir upp á borðinu og ég hefði þetta mjög gjarnan viljað taka þessa umræðu í aðdraganda fjárhagsáætlun gerðir í fyrra, hefði svona verið eðlilegri vettvangur en ég meina bara betra nú en ekki. Og þannig að mig langar bara að segja að við erum með þetta úrræði sem við köllum Gránufélagsteymið sem ég held og hef þá skoðun eftir samtöl við ýmist fagfólk í geðheilbrigðismálum og svona fíknimálum að sé mjög gott úrræði. Að það auðvitað, og það sé verið að bæta það ennþá meira bara mjög gott, en það auðvitað gagnast ekki þessum hinum sem samkvæmt þessari skýrslu sem við Akureyrarbær gerði og velferðarráð varu 28 manns á einhverjum tímapunkti í fyrra sem varu heimilislaus. Það auðvitað skiptir þau engu máli hvort það verið að bæta Gránufélagsúrræðið, heldur þarf þá auðvitað bara að koma fleirum í úrræðið. En eins og líka talað þá mjög mikilvægt að það auðvitað úrræðið fyrir afmarkaðan hóp og ég tek alveg fullkomlega undir það að áfangaheimili rosalega mikilvægt og við verðum bara að koma slíku á stað og ég bara fagna því mjög ef það hugmyndin að taka við fólki sem að koma úr einhvers konar kannski betrun eða afeitrun og við sjáum náttúrulega, ég hugsa að við erum kannski flest að fylgjast með þáttunum Paradísarheimt á sunnudagskvöldum og þar sjáum við þetta fólk, við sjáum hvernig fólk langar til að standa sig en svo bara, það eitthvað sem veldur því að það bara meira en að segja það að standa sig og koma inn í venjulega lífið aftur og það þarf að styðja þetta fólk svo miklu meira. Þannig en svo langaði mig líka að minnast á það Barka-verkefni, þetta pólskt verkefni sem að Reykjavíkurborg hefur hafið samstarfið og það finnst mér sérstaklega áhugavert vegna þess að það snýst svolítið og það eru félagasamtök og við þurfum að hugsa það líka hvað það sem við viljum að kerfið okkar geri og þjónusti og hvað það sem við viljum að frjáls félagasamtök geri vegna þess að frjáls félagasamtök vinna oft bara á aðeins öðrum forsendum, eru oft gagnrýnd fyrir skorta fagmennsku og oft, ég meina og það bara réttmætt að líta eftir því en hins vegar þá tvennt sem þarf og það annars vegar fagmennska og fagleg þjónusta en svo líka bara þetta persónlega og tilfinningarnar og tengslin sem að þarf rosa mikið að byggja upp aftur hjá mörgum einstaklingum sem hafa farið og einhvern veginn
hafa að svona hluta til skilist við samfélagið út af neyslu og út af alls konar erfiðleikum. Þannig að mér langaði sérstaklega til að draga fram svona þann anga og einmitt að ég held að sé alveg rétt sem við verið bent hérna á. Við þurfum að hugsa þetta ekki bara í einni lausn eða lausninni eða viðbragðinu, heldur hvað þarf hver hópur. Og svo vil ég líka minnast á það að inn í þessari skýrslu, þar sem að kemur þarna 41 heimilislaus einstaklingur, þar sem að ákveð hlutfall í langtíma úrræðum og síðan reiknast á að 28 séu svona á götunni, að inn í þessari tölu eru ekki einstaklingar sem búa inn á heimilum hjá foreldrum og eru fá einhvern veginn þar þjónustu, ætla ég að segja, sem er ekki að gera neinum gott, og þetta hlutverk sem að foreldrar oft veiks fólks er að sinna inn á sínum heimilum og hefur ekkert val vegna þess að eins og að koma hérna inn á þann, þá er þetta hluta þessu fólki sem að er hérna biðlistum eftir félagslegu húsnæði, kemst ekki inn af því að það er í öruggu húsnæði og eina leiðin fyrir þá foreldrar viðkomandi er að henda viðkomandi út, láta viðkomandi fara á götuna svo að við grípum þá inn, og þetta er alveg hræðileg klemma fyrir foreldra og fjölskyldur að vera í, og þetta er eitthvað sem við verðum að muna, og við verðum að muna að það er miklu fleira fólk en það heldur en þessi 28 mann sem voru á einhverjum tímapunkti fyrra. Ég ætla bara aftur að segja bara hvað ég er þakklátt fyrir að við séum að ræða þetta hérna, og ég ætla aftur að segja og bara gagnrýna að við séum ekki búin að ræða þetta fyrr, og þurfum ekki sem bæjarstjórn að taka ábyrgð á málaflokknum hér eftir, og það finnst mér sorglegt, en ég meina samt fínt að bara játa ráðaleysið og kalla eftir svörum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir að taka þetta mál hér inn á dagskrá og ræða þetta með þeim hætti sem hún gerði. Það er þessi umræða sem átti sér stað hér í samfélaginu við þessi smáhýsu sem sett voru inn í deiluskipula í Hagahverfi voru engum til góðs og því miður svona kannski fór umræðan út í skítkast sem að er engum til sóma. En horfum við nú fram hjá því og veltum fyrir okkur hvar við erum að gera. Bæjarfulltrúi Sóley tala mikið um það að þakkaði fyrir það að við varum að taka núna umræðuna og hún hefði séð svona skort það í sambandi við fjárhagsáætlun að gera, við værum að horfa til félagslega íbúða og félagslega mála. Það er nú samt engu að séu þannig að á næstu árum erum við að gera ráð fyrir fjárhagsáætlun verulegum fjárhæðum til félagslega íbúða. Og þar á meðal annars vorum við að gera ráð fyrir þessu smá íbúðum sem að ég vil nú meina að við erum að hætta að kalla smáhýsi eða smá íbúður, þetta er bara félagslegar íbúðir. Við vorum að gera ráð fyrir þar einhverjum 2 íbúðum á næsta ári og síðan vorum við þessu ári og einhverja 4 íbúðir sem við ætlum líka að nota í slík úrræði á næsta ári. Við höfum á liðnum ári verið að bæta við í félagslega íbúðakerfi okkar. Við vorum samkvæmt húsnæðisáætlun sem að gerð var í fyrra með 329 íbúðir í félagslega kerfinu hjá okkur. Það er alltaf viðvarandi biðlisti, en við brugðumst þá líka við á síðasta ári með því að ganga til liðs við Bjarg íbúðafélag og erum að vænta þess að þeir byggi hér upp verulega á næstu árum og hluti af þeim samningi er það að við tökum inn íbúðir í okkar félagslega kerfi hjá okkur. Þannig að ég vil nú meina kannski að við séum ekki alveg búin að vera aðgerðalaus og okkur hafi skort umræðum þetta við gerð fjárhagsáætlun. Við akkurat vorum að ræða þessi stofnframlög vegna þessa stofnstyrkja íbúða og erum að gera ráð fyrir hérna næstu 3 árum eða 4 árum 300 milljónir í það til stofnframlag til þeirra íbúða. Þannig að það er svona ýmislegt sem ég vildi nú meina að við séum að gera. Það sem ég líkt og bæjarfulltrúi Gunnar satt á þessum ágæta fundi þar sem kynnt var Housing First og danski sérfræðingur fóru yfir hennar eða þeirra vinnu. Vissulega var þetta athyglisvert
það voru margar aðferðafræðum að kynnt ítarlega og menn veltu fyrir sér hvernig best að standa að þessu og þeir leggja mikla áherslu á því að mæta þörfum einstaklingana sem var þá að útveða þeim íbúð og síðan í framhaldinu að fylgjast vel með þeim og veita þeim þjónustu. Það kom fram hjá Dananum að þetta væri einhver 6.300 manns sem væru heimilislaus í Danmörku og mér minnir að þetta verið rúmlega 2.000 manns í Kaupmannahöfn og þau eru að vinna á Kaupmannahöfn með þetta Housing First. Þau eru búin að vera með þetta frá árinu 2010 og það sem kannski sló mig mest það að þetta voru samtals 72 einstaklingar sem hefðu fengið þessi úrræði á þessum 8 árum. 72 einstaklingar sem þau hefðu tekið af götunni og fært í húsnæði og voru að fylgjast með þeim af þessum ríflega 2.000 mann sem eru heimilislausir. Þannig að góði hluti gera skiljanlega hægt hjá þeim. Á sama tíma fórum við að velta fyrir okkur hvað við varum að gera hér heima hjá okkur og hvernig við höfum staðið að málum. Og þá akkúrat kom þessi umræða það hvað til að mynda erum við að gera í þessu Gránufélagsteymi, þar sem við erum að þjónusta í dag. Já, með skýrslu tölu sem ég var að fá fyrir árið 2017, þá voru þeir 23 á síðasta ári. Í hvort tímapunkti var Gunnar Bæjarfulltrúi benti árið 26, þetta er svona pínu rokkandi, en þetta einhver, segjum bara kringu 25 mann sem verið að þjónusta í þessu Gránufélagsúrræði. Og þar margt af því sem við erum að gera sem var akkurat rætt með þessu Housing First sem við erum að veita fólki en hins vegar kom fram hjá fólkinu eða sérfræðingum okkar á þessu sviði að það væri þá kannski spurningum að aðeins læra þá af dönunum það að fylgja því betur eftir og þá sérstaklega með því að halda betur utan þetta svona statistík og svo framvegis. Þannig að ég held að við séum að gera ansi margt í þessum efnum. Bæjarfulltrúi Gunnar talaði um það, þetta komið sér svolítið óvart hvernig þjónustu við erum að veita og sem bæjarfulltrúi, hann hefur kannski gjarnan viljað vera betur meðvitaður þessar þjónustu sem við erum að veita. Ég bendi honum kannski á það að árlega gefa bæði búsetudeild og fjölskyldudeild út mjög ítarlega skýrslur. Og maður getur nú svona mestu lesið þetta í þessu skýrslu hvaða þjónustu við erum að veita. Þar eru þeir að tala um þau þjónustu stig til að mynda á Gránufélagsteyminu sem þau eru að veita og svona hvernig þessi þjónustu allir háttað. Þannig að hann svona ítarlega finnst mér, við getum alls fylgst nokkuð vel með þessu í þessum skýrslum. En hins vegar svona kannski eins og alltaf í svona þjónustu og þó ég hafi verið að tala hér þá held ég að við getum alltaf gert betur. En ég held að þegar við horfum á þetta þá getum við nú eins og Bæjarfulltrúi Matthías kom inn á líka bara verið svolítið ánægð hvað við höfum ekki þó gert. Eins og ég kom inn á hérna áðan þá held ég að við höfum svona kannski ýmislegt gert. Það sem við getum þó verið sammála og það kemur fram í þessum minnispunktum sem að lagðir voru fram í velferðarráði 15. nóvember, þá þarna nokkur atriði sem við þurfum að hafa í huga. Og hér hefur komið fram meðal annars áfangaheimili og við meðhlutunum vorum búin að biðja það að það nú bara tekið á dagskrá í velferðarráði. Það hefur bara einhver hluta vegna fyrirfarist að það bara sett á stað bara einhver greining á því hvernig við getum staðið að þessu og það miður að það hafi ekki verið gert. Á þetta í minnispunktum hérna eða fundargerð meðhlutasváði í febrúar. Það sem við óskum eftir því að það sé sett á stað vinna við þetta vegna að ég held að við séum greining, þannig við getum svona séð hvaða úrræðir og það í rauninni gert í kjölfar þessara Housing First og þessara umræðu allar sem í gangi. Við sjáum líka að við erum að vera að gera góða hluti með virkinu upp í Rósenborg. En spurningin svo, þurfum við kannski ekki að huga að grunnvinnunni þar að segja forvörnunum mun fyrr. Ég held að það sé kannski það sem við þurfum að horfa til á næstu árum, að fara inn í grunnskólana fyrr og taka forvarnirnar og reyna með öllu ráðum að greina áhættu, greina þá krakka sem búa við áhættu. Það hægt að gera það í skólakjörinu og við þurfum að reyna að hjálpa þar þannig að við séum búin að byrgja brunnin á hann að barnið dettur ofan í. Þannig að ég held að við svona horfum til þess í framtíðinni að auka forvarnir og sérstaklega þá hjá yngri börnum. Ég held að það sé kannski það sem er málið. En
Ég held aftur á móti að öll svona umræða séu nú góða. Ég ekki talað hér að bæjarfulltrúi Sóley hefði verið að minnast á það að við hefum ekki gert neitt eða svona, við hefum ekki verið vandað þessa umræðu við fjárhagsáætlunum síðast. Ég held að við höfum þó tekið umræðu þetta, en að sjálfsögðu eigum að halda á þessar umræðu áfram og ég held að við séum öll sammála því að við þurfum og getum gert betur. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Benjamin Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir ágætis yfirferð á þessu máli og það sannarlega þarft að taka umræðinu hingað inn líka. Ég veit að velferðarsviðið hefur verið að vinna gríðarlega mikla vinnu og það mjög hæft fólk sem vinnur þar. Og oft á tíðum stöndum við bara pínu ráðalaus. Hvað að gera? Mér verður nefnilega oft hugsað til óhrunnu börnin hennar Evu. Leysist ekki að sjálfum sér. Ég ekki að tala börnin hennar Evu hrundar, langt í frá því það misskilst einhvernig. Nei, og þá að vera að koma inn á það hver á að gera hvað og hvernig á að leysa þetta. Ég hef verið svo lánsamur að fengi að taka þátt í sveitarstjórnarmálum núna í hátt í áratug og sem bæjarfulltrúi síðastliðin 2 ár. Það sem einkennir þennan tíma eru samskipti bæjarins og ríkis. Þar ríkir gríðarlega mikið vantraust milli þessara tveggja stjórnsýslustiga. Sveitarstjórnin treysti ekki lengur ríkinu og ekki ástæðulausu. Það eins og allir samningar gerir ráð fyrir því og gangi út á það að lágmarka fjárhagslegan skaða sem sveitarfélögin verða fyrir. Í öllum eðlilegum samfélögum, eins og við vorum að tala áðan, Danmörku og nágrannalöndum okkar, til dæmis gengið út frá því að bæta samfélagið öllum til heilla. Mín tilfinning, ég lýsi bara mín tilfinningu, að það sé ekki þannig hérna á endilega á Íslandi. Og nú ætlum við að vera svolítið stórorður. Á Íslandi, þar snýst þetta það að ríkið sýni þessu reflum, sveitarfélaginu, hver ræður. Og dragi svo smá saman úr okkur vígtönnar, svo við séum ekki með neitt múður. Við stöndum nefnilega ofta tíðum upp með svolítið vandamál sem ríkisins líka að hjálpa til við að leysa. Þetta heilbrigðisvandamál? Þarf þetta fólk meðferðarúrræði? Eða sitjum við bara einu upp með batteri? Og þess vegna detta þau svo oft þarna á milli. Stóru sveitarfélögin, Akureyri og Reykjavík, sitja oftar en ekki uppi með þetta vandamál. Því að minnisveitarnir ýta þessu frá sér. Það vantar miklu meiri samstöðu hvernig við ætlum að taka á þessu. Við erum nefnilega pínulítil þjóð í mjög stóru landi. Og við verðum að gera það saman. Og hér verða allir að geta búið. Ég ekkert hissa á því og ég tek svo sem alveg undir það. Það sem bæjarfulltrúi Sigríður kom inn á varðandi umræðuna, en ég ekkert hissa á henni. Við vissum alveg þessi umræðum við kæmi af stað. Við tölum það í bæjarstjórn fyrir rúmum mánuði síðan. Og við lásum upp minnisblaðið sem við fengum frá fjölskyldu- og búsetusviði. Það var verið að lýsa ákveðnum einstaklingum. Og það úrræði væri fyrir ákveðna einstaklinga, þyrfti úrræði fyrir ákveðna einstaklinga. Og þar kom bara upp, þetta væri sannlega einstaklinga sem þurftu gríðarlega mikla aðstoð eða mikla sérstöðu. Og ég ekki hissa á umræðinu að við fengið þetta aftur í hausinn, þó ég ætla aldrei að nokkuð tíman að samþykkja
dónalega eða nýð, persónuleg nýð. Það færa niður það form. En umræða komur ekki óvart. Sérstaklega ekki þegar við förum inn með þetta sem var ekki stóru stæðsti skaðinn. Þegar við fórum inn og ætlum að deiliskipuleggja svæðið eftir að búið var á útfluttuhúsum. Það skiljanlegt að íbúar þar hafi brugðist harkalega við. Nú, ég enda þeirra skoðunar að þessi smáhýsi sem þetta þó við að reyna að tala um þetta á hvernig öðruvísi hátt, þá þetta smáhýsi. Að þeim var fundið staður og menn voru nærri búin að finna á sátt heilsugar niður á Norðurtanga. Það náðist ekki einróma samþykki fyrir því og þá miklu betra að gera ekki neitt. Hvenær getur verið betra að gera ekki neitt? Það hlýtur að vera best að lausna að setja húsin niður þarna og vinna svo áfram með málið. Og við eigum bara að setja þetta niður, vinna áfram, það ekki framtíðarlausn. Það versta sem maður getur gert, það sína þolinmæði gagnvart hlutum sem ekki í lagi og reyna að vonast til þess að leysa sjálfum sér. Ég bara þykir að við setjum þessu hús niður við Norðurtanga, göngum frá því strax og höldum svo áfram vinna með málið. Það mín skoðun og mín persónulega tillaga. Og við bara að vinna þannig. Þetta getur ekki 2-3 ári viðbót að leysa þetta. Við getum næsta bæjarstjóri getur verið að henda þessu fram og tilbaka. Klárlega. En leysum þetta allan á strax. Og varðandi þau sem að koma úr meðferð, þetta eru börn og þetta eru einstaklingar sem enginn tekur við, enginn tekur á móti, eins og hefur komið inn í ræðum annarra bæjarfulltrúa, það farið oft bara beint í nákvæmlega sömu aðstöðu. Að því að það ekki búið að ganga frá neinu hvernig að gera þetta, milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta bara eins og Matador, fyrir 2000 skall fyrir að fara í byrjanreit. Það leysist ekkert. En takk fyrir umræðan og ég veit hún erfið, þetta ekki einfalt. Og ég veit að velferðarráð hefur fjallað mjög mikið um þetta og ég veit að velferðarsvið að vinna mikið í þessu, en það ekki ennþá komin í hús. Og það væri ágætt að fá þau bara niður strax og vinna svo áfram á málinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bjarni Jón hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, svona aðeins í framhaldi af því sem ræddi hérna áðan og því sem komið verið fram í umræðunum, langar mig örlítið að bregðast við. Sko, þegar ég var að tala um það að ég hefði viljað vita meira um þetta, þá get ég alveg tekið undir það, ársskýrslurnar frá þessum sérstaklega búsetudeild og búsetusviði og fjölskyldusviði eru mjög ítarlegar og góðar og upplýsandi. Það alveg hárrétt. Þegar við tókum þessi mál til umræðu í bæjarstjórnum daginn, það hefði mér fundist eðlilegt að það hefði eitthvað af þessum gögnum sem við erum að vitna til núna, við erum með hérna í umræðinni, eða þá það hefði verið búið að setja þetta í okkur samhengi. Vegna þess að við erum í raun að veru að tala þessa skipulagstillögu svona pínulítið á þess kannski að hafa fótfestu eða land fyrir fæti, landviti fæti í þeirri umræðu að mínu viti. En af því að bæjarfulltrúi Sóley nefndi það að það væri ekkert verið að gera enga tillögur eða eitthvað svoleiðis, þá þetta náttúrulega ekkert eitthvað eitt eins og hún sjálf nefndi, eitthvað eitt sem að við getum gert. Auðvitað þurfum við að hafa húsnæði. En það nefndar hérna eina 5 leiðir í þessu minnisblaði sem lagt fyrir velferðar á 15. nóvember síðastliðinn. Það náttúrulega í fyrsta lagi þetta með forvarnirnar og ég get alveg tekið undir það með bæjarfulltrúa Guðmundi að sjálfsögðu eigum við að leggja mikla áherslu á forvarnir á grunnskólastigi
og framhaldsskólastigi og það erum við þá að gera í gegnum Rosenborg, ég ráð fyrir og það unglingastarf sem þar það nýlega búið að bæta við stöðugildum til þess að vinna í þeim verkefnum. En hins vegar þá höfum við ekki til dæmis tekið upp skimanir sem eru þekktar að einu góðu hafa skilað árangri eins og fyrir þunglyndi hjá stúlkum sem að hefur bara verið of mikill kostnaður við hingað til og menn hafa ekki tekið upp sem að hafa líka gefið góða raun í hóp meðferð á eftir með þá sem í áhættuhópi. Þannig ég held að sjálfsögðu eigum að horfa í þetta. Við þurfum líka að horfa í virkið eins og bæjarfulltrúi Sigríður Huld nefndi sérstaklega hérna. Það hafa binda miklar vonir við það. Þar erum við að tala þverfaglega nálgun sem að skiptir bara gríðarlegu máli og það líka nefnt hérna fjölskylduhús sem tilvalinn staður fyrir fólk sem að koma úr neyslu eða að eignast barn eða á börn, það sem veittur stuðningur. Það horft í þessa langtíma meðferð og kannski eigum við að horfa þá út fyrir landsteinana til þeirra aðila sem að hafa þekkingu, reynslu og einhverja burði til að veita slíka þjónustu því að það náttúrulega skilar engum árangri að senda fólk alltaf í sömu meðferðarúrræðin aftur og aftur og aftur sem skila ekki neinu. Þannig að það náttúrulega alveg morgunlaust og svo það Housing First. Og eins og ég nefndi áðan að þá náttúrulega Gránafélagsteymið og heimaþjónustan stóð sem búið að sameina. Ég átta mig ekki alveg á hvað heitir en köllum það bara Gránafélagsteymi. Ég finnst bara ætti að kalla þetta eitthvað annað, bara eitthvað sem meira lýsandi fyrir þessi starfsemi og væri bara tilvalið að hugað. Síðan vildi ég nefna það náttúrulega að við höfum verið með þjónustu frá SÁÁ hérna á Akureyri, þar sem menn hafa verið að fá þjónustu, svo kallaða göngudeildarþjónustu. Nú stefnir ég að sú þjónusta fari vegna þess að SÁÁ telur sig ekki hafa efni á því að halda þeirri þjónustu úti, þó þeir hafi efni á því að sinna allir þeirri þjónustu sem sinna fyrir sunnan. Og það náttúrulega gríðarlega miður og við verðum þá bara að fara að velta því fyrir okkur ef þeir ætla sér að fara, hvað sem tautar raular, þá höfum við verið að leggja okkur fjármagn þar inn og við verðum bara hreinlega að fara leita eftir samstarfi við ríkið það að fá eitthvað fjármagn frá ríkinu sem að hefði ella hugsanlega farið til SÁ og bara setja upp okkar eigin úrræði. Við erum bara að fara að grípa inn í þetta og gera eitthvað. En það gerum við ekki þegar SÁ farið, við þurfum bara að gera það eins fljótt og auðið og þá í góðu samstarfi hugsanlega við Gránafélagsteymið og eitthvað þeirri starfsemi sem þar í gangi og reyna að vinna þetta þá skipulega þar í gegn. Það svo sem ekki vita hverjir eru akkurat á götunni nákvæmlega í dag, en þeir voru ekki margir sem að vita var hérna í nóvember miðað við skýrsluna sem hér en þó 5 karlmenn. En það kom líka fram í skýrslunni frá Reykjavíkurborg að þar vantar dálítið konur, upplýsingar konur og konur virðast frekar geta fundið sér húsnæði eða aðsetur og það menn hafa svona velt í fyrir sér hvort að það sé þá vegna þess að þær koma sér þá bara í samband við einhverja og eru þess vegna inn á einhverjum öðrum. Og það bara þá eitthvað sem þarf að skoða líka mjög vel. Eða hvað þar í gangi því að það ekki þar með sagt að það séu bara karlar í sem vanda. Þetta hljóta að vera konur jafnt. Allavega fleiri heldur en hér rætt bæði á Akureyri og Reykjavík. Ég sem sagt vil meina það að við höfum tillögur. Við höfum tillögur aðgerðir í 5 liðum. Þetta með húsnæðið eitthvað sem við verðum að setjast yfir. Við verðum bara að setjast yfir það. Hvar við ætlum að finna leið til að gera þetta. Og ég held að það húsnæði sé til staðar og við þurfum bara að skoða það mjög skiplega. Ég sé hins vegar enga ástæðu til að vera að kaupa hérna húsnæði og setja þarna niður á Oddeyrina. Ég held hljótum að geta fundið aðra lausn en þá. Ég bara alveg handvissu. En það alveg morgunljóst að við höfum verk að vinna. Það verið að vinna heilmikið
og ljóst að þessa starfsmenn Gránafélagsteymisins nýja er að standa sig vel og sinna góðri þjónustu, en við þurfum bara að gera betur. Og ég held að við ætlum bara að byrja á þessu strax, tökum þetta svona í fjárhagsáætlun í haust, mál dautt, vonandi. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég bara þakka fyrir góða umræðu og eins og ég sagði hérna í upphafi máls míns, þá var nú ástæðan fyrst og fremst sú að koma með þessa umræðu hér inn, af því að ég var mjög ósátt við hvernig þessari umræðu lauk hana fyrir mánuði síðan. Og svo sem bara tek undir mjög margt þar sem að bæjarfulltrúar hafa sagt hér málaflokkinn, þar sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á með fræðsluna heilt yfir í samfélaginu og hvernig það hefði verið hægt að upplýsa okkur kannski betur og setja meira í samhengi í upphafi. Ég tek alveg sannarlega undir það. Síðan auðvitað hefur það áhrif, þessi langi biðlisti eftir félagslegu húsnæði hérna á Akureyri, það hefur væntanlega einhver áhrif og vonandi verður einhver bragarbót á þegar að Bjarg íbúðafélag hefur hafið byggingu og hvað þá þegar verður hægt að fara að flytja inn í það húsnæði. Og við þurfum ekkert ég ætla ekki að endurtaka þessu umræðu hlutverk ríkisins í þessu máli. Þetta er geðheilbrigðisvandamál og fíknivandamál og það er ekkert eitthvað eitt bæjarfélag sem að vinnur með þann málaflokk eitt og sér. Þetta þarf að vera í meiri samfellu og í meira samstarfi og hefði kannski verið hægt að halda áfram eða gera betur ef að hið svokallaða Akureyrarmódel væri enn til staðar, sérstaklega nú þegar það er búið að auka sálfræðiþjónustu í gegnum heilsugæsluna. Þekki ekki alveg nógu vel í hvaða skimanir bæjarfulltrúi Gunnar var að vísa til, en skimanir eru alltaf eitt en svo er hitt hvað gerum við niðurstöðnar ef það er engin úrræði. Og það eru til dæmis gerðar skimanir í held ég bara nánast öll hjá nýnemum, held ég allir framhaldsskólar í Íslandi farnir að taka þátt í þeirri skimun sem er verið að sigta út ýmsa þætti hjá nýnemum, meðal annars sem snýr að neyslu en líka bara skuldbindingu til náms og fleira. Og skólarnir er ekkert alltaf í stakk búnir síðan til þess að taka við niðurstöðinni. Og svona skimunarpróf ætti það kannski þá að vera gert hjá yngri börnum líka, þannig að það sé hægt að bregðast fyrr við. En svo getur stundum hlutirnir breyst alveg rosalega mikið hjá ungu fólki bara frá því að hættir í 10. bekk í byrjun júní og þangað til að byrja í framhaldsskóla í lok ágúst. Það er oft ýmislegt sem gerist það sem að aldrei búið að pikka upp í grunnskólanum. Nú bara í sambandi það sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á að hafa valdið einu vonbrigðum með að ég kem ekki með töfralausnina hérna í ræðunni. Það var svo sem aldrei það sem ég ætlaði mér heldur. Ég vildi fá umræðuna. Þetta er ekkert einfalt mál. Það eru til lausnir, jú, en það eru til einhverja lausnir en það leysa ekki allt. Og þetta er ekkert vandamál sem er bara hér á Akureyri, þetta er út allan heim og virðist færast aukana frekar en hitt, þannig að vandamálið er ekkert auðleyst. Síðan þar sem bæjarfulltrúi Sóley kom inn á hvort að félagasamtök getur komið af málaflokknum, ég held að það geti alveg verið í einhverju mæli sérstaklega sem er svona, hefðbundin ummönnun eða svona athafnir daglegs lífs eða eitthvað slíkt, en í flóknari málum að þá þarf að koma til fagþekking og fagþjónusta. Ég held að eitt af því sem við getum líka nota meira, að það er að grípa tækifærið meira en við gerum með börn sem áður en verða 18 ára.
þannig að meðan að foreldrarnir geta stjórnast meira með börnin sín og með hjálp sveitarfélagana eða heilbrigðiskerfisins að geta gripið betur inn í. Og bara tek hreinlega alveg undir það sem bæjarfulltrúi Sóley sagði á það, við erum svolítið að játa ráðaleysi og það er bara allt í lagi. Ég bara þekki það allt og mikið úr mínum störfum að það er ráðaleysi og það eitt að halda það sé ekki til staðar, það hjálpar okkur ekki. Líka kom, ég hafði sett hérna með það sem að Guðmundur Baldvin hafði eitthvað verið að tala líka með að greina áhættuna fyrr. Einn hópur sem að ég hef tekið eftir í mínu starfi og er í áhættu, það eru nemendur sem eru með þroskaskerðingu eða þroskahamlanir, það er raskanir. Þeir eru mjög gynkeypt fyrir því að fara inn í heim fíkninar og mjög auðvelt að nálgast þau og þau eru auðtrúa og þau eru bara farin, bara á mjög stuttum tíma. Þannig að það er klárlega eitthvað sem er hægt að vinna með þá með því að hjálpa foreldrum. Nú, ég veit að umræðan áfangaheimili og þessi mál hafa náttúrulega verið rædd mjög mikið í velferðarráði og eitt af því er umræðan áfangaheimili og hvernig við getum fundið lausnir. Manni finnst maður kannski alltaf vera á núllpunktinum en þó vil ég nú segja það að þegar ég kom inn í velferðarráð fyrir tæpum 4 árum síðan að þá var ennþá verið að tala það bara já við reddum Gunna og Gunnu hérna núna þessa vikurnar. En umræðan er þó núna að við verðum að hafa varanlegar lausnir og það er breyting og þó hún hafi tekið langan tíma. Já, en bara að lokum bara þakka kærlega fyrir mjög góða og málefnalega umræðu og bara ítreka það að við höfum mjög flott starfsfólk sem vinnur í þessu málaflokki og þeim ber að þakka fyrir mikla fagmennsku og endalaust að leita lausna fyrir skjólstæðinga sína. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason ætlar að koma eina athugasemd örstutt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona rétt til þess að upplýsa hvað ég var að tala Varðandi skimunina þá er þetta verkefni sem heitir Hugur og heilsa og er ekki bara skimun, heldur er þetta skimun og eftirfylgni meðferð og er þróað Eiríki Erni Arnarsyni lækni á Landspítalanum. Þetta höfum við ekki tekið upp en sum sveitarfélög hafa gert það og þarna er unnið með stúlkur á unglingsaldri sem er hætt á að lenda í þunglyndi og þetta hefur skilað árangri og ég hefði álitið að við ættum til dæmis að fara inn í þetta verkefni, bara til dæmis. Þetta er eitt af mörgu sem kemur til greina. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Fleiri hafa ekki hvessi ljós, þá göngum við til næsta dagskrárliðar.